Helga, Já. Ekki bara bestu byrja þess að segja okkur frá þér og hvað þú varst að gera og hvað þú varst að gera kynnana. Jú, að það ekki kannski Já, ég heiti Helga Snjólfsdóttir Kalla mig yfirleitt bara Helga Snjólfs Helga Snjóls Og já, hver er ég? Já, Ég kona og móðir, 3 barna, gift bý hérna í úthverfi Reykjavík og hef sem sagt bara eiginlega tekið uppbeygju í lífinu ok að fyrir 3 árum Já, þá bara gaf ég upp á bátinn sem sagt starfsframa minn í atvinnulífinu, ég vann í Össuri sem verkfræðingur og stjórnandi í 12 ár. ok Má ég spyrja hvernig verkfræði? Hvernig? Ég læriði iðnaðarverkfræði sem er stundum kölluð pulsuverkfræði eða var alltaf kölluð það. Ok Það við erum svona hjálpa fólki að vera með rekstur. En sérhæfing mín var að koma gögnum frá á réttan stað á réttum tíma Okay, til réttur aðila. Þú varst ekki að teikna svona gerfulappir og Það er ekki Nei, heilbrigðisverkfræðin og það Nei. Ég var ekki í þeim spennandi parti Össurar að fólk var alltaf, vá, vinnur á Össuri, bara ertu eitthvað svona að hjálpa fólki sem vantar útlim og ég var svona, nei, ég er að hjálpa starfsfólki Össurar að hafa rétt gögn á réttum tíma og réttum kerfum. Fannst það skemmtilegt? Þetta hljómar Ég held að mér fyndist það skemmtilegt. Þetta hljómar alveg mega Já, Nei, sko, eða svo litið þurrt. já, en sko ég er náttúrulega rosa svona félagsvera og fættist bara með frekar góða svona persónu tengsla hæfileika þannig ég endaði í að vera stjórnandi og ég er góð í teymisvinnu og ég elska að hafa eitthvað spenna svona eitthvað að fást við, sjá útkomur, taka til, ég var að taka til í gögnum svolítið mikið, þannig að taka bara eitthvað súpu af lélegum gögnum og koma þeim í eitthvað kerfi, koma þeim í eitthvað svona aðgengilegt horf, já, mér fannst það gaman og spennandi, en svo á einhverju leveli var þetta ekki nærandi samt, en það krassaði ég, 100%. Hvernig var það? 4 ár síðan, Ok þá bara einn daginn satt ég við tölvuna mína og það byrjaði bara að leka tár og ég sá ekki á skjáa minn lengur ég einhvern veginn labba inn á baðherbyggi og ég labba svona út í horn á herbygginu sem eitthvað sem ég held ég hef aldrei gert í lífinu fyrir það síðar, bara stóð út í horni hristist, grét bara svona eins og hríslaði vindi Í vinnunni í vinnunni, sérst á vinnustæðinum aðdraganda eða eitthvað svoleiðis það varstu kannski ekki meðvituð ég get séð mjög skýran 6 mánaða aðdraganda Ok Í retrospekt í retrospekt, já og þarna ég skelfandi inn á baði labba tölvunum minni, cancela þeim fundum sem ég átti þann daginn, pakka og byrja að labba heim og þá labbaði ég einmitt svona innst á gangstéttinni eins og ég væri hrædd við umferðina og ég labbaði bara svona eins og já, ég vissi ekki hvernig það væri að vera til og sendi mömmu minni SMS og hún kom og knúsaði mig heima og ég held ég færi vinnuna daginn eftir og myndi halda sérst partí fyrir starfsfólkið mitt eftir en ég fór sérst ekki inn í vinnuna mínu fyrir eftir 2 mánuði sem var allt En byrju, þetta var hvað, fyrir 4 árum 4 árum En ég kynnist þér fyrir God knows hvenær gegnum jóga fyrir kannski 6 eða 7 árum Já, lengra þá var þú full í jógaiðkun og þannig að það er komin einhver hreyfing í kerfið sko þannig að hvað gerist svo, af hverju er svo þessi uppsafnaða spenna, af hverju er þessi losun flatna og er það eitthvað tengt þessari jógaiðkun sem þú svo kannski setjum með ferði í og þeirri jógaiðkun sem þú varst í þá Já, þarna er ég einmitt búin að vera jógaiðkandi og jógakennari mörg ár og iðka hugleiðslu og alls konar og ég mitt oft sagt, sko, að fólk hefur spurt mig hvað, þú ert svona jógatýpa, þú veist, akkur er þú eitthvað að krassa, þú veist, akkur er þú ekki bara með þetta og svarið mitt hefur verið, ég er manneska og þegar fólk segir eitthvað svona, og ég kalli þetta kulnun það sem ég gekk í gegnum og fólk sem já, kulna er í vinnunni það er ekki til neitt sem heitir að kulna í vinnunni þú kulnar í lífinu eða ekki þetta vinnan er bara einn ángi á lífinu og við getum alveg setta á reikning þess að vera í kræfjandi starfi hefur kulnað en það sem leiðir fólk í kulnun mig og lang flesta sem ég hef hitt og tala við sem eru mjög margir og það er með námskeið fyrir fólk sem hefur gengið gegn kulnun Vá, ég þarf að taka það djúpan þetta og er
að þú kannt ekki að setja mörg Já, þú veist ekki hvernig þið líður er eiginlega það sem kemur á undan já, þú veist ekki hvernig þið líður þar með kanntu ekki að setja mörg út af því að þú þarft að byggja mörkin þín á því sem þú getur gert í lífinu algjörlega. og þess vegna gerir á mikið til dæmis ert í krefjandi starfi með 2 börn, þú ert jógakennari og jógaiðkandi klukkan 6 á morgnana og þú ert í fjallahjólurðum og þú ert að vera aðeinslega sætt og eitthvað aðeinsleg sem sagt ég, að reyna að vera með þetta á öllum vígstöðum. Já. Það er ekkit hægt. Nei. Það var maður sem sagði um daginn, hérna í þessum kjallara, við vorum að tala um þetta og hann segir við mig sko, hann er einmitt í svona þríþrautar pakka sko, svakalega competitive sko og krefst mikið aga sko og hann er búin að átta sig á því að það er búin að stimpla í okkur og við höfum alltaf að gera okkar besta og það er bara svona, þetta er allt í lagi, þú gerður bara þitt besta eins og það sé lágmarkið og eitthvað annað sé í boði og ég megi bara gera mitt besta þegar ég hef ekkit annað fattar eins og sé sjálfsagt að ég geti gert meira og hann var að segja við mig, hann er búin að komast að því að ef hann á að dafna sem manneskja þrífast, geta sinnt skildum á öllum vígstöðum, þá þarf hann að gera 85%. Ég er alveg með honum. Skilur og hann er búin að komast að þessu sem sko bara keppnismaður. Já. Því að það er svo stutt í þetta sko og einmitt þetta bara algjör sko tilfinningagreindarskortur sem bara leiði mig á stað þar sem ég veit ekki hvað mörkin liggja og ég bara brenn upp í báða enda sko á öllum vígstöðum. Jep. Það er nákvæmlega þannig og þetta er samfélagslega menningarlegt uppeldi okkar er þú átt að byggja virðið þitt á einhverju sem afrekar og getur sýnt afrakstur og árangur er eitthvað mæli hvar það ég sé verðug manneskja, bara verðug ástar eða bara þess að vera til það er enginn sem er eitthvað hvíldur þið í dag, geggja hjá þér svolítið meira í dag heldur en fyrir 5 árum en þú veist, það er aðeins samjakast þessi viðhorf en þetta er samt ennþá svo mikið lífskeiða kapplaup Já, það er bara ekst og ég finna að ég er alveg að fara tangent geiman kannski, munaðu kannski eftir ég er sko með paranámskeið ég veit ekki, er ég ekki að reyna að kynna Jú, ekki spurning en ef að fara í tangentin bara ekki spurning út af því ég varð fyrir smá áfalli á dögunum Já. Ég er með paranámskeið fyrir fólk pör sem langar að læra að vera með dýpri nánd í sambandinu sínu. Það væri mér gaman aðeins að skiknast inn í hvernig það fer fram og bæði í staðnámi og fjarnámi. Er það ekki fjarnám núna þá? Jú. Hvernig, útskýr bara eins fyrir okkur hvernig þetta virkar bara frá því að fólk hefur samband og þar til að námskeiðinu er lokið í grófum dráttum. Ok, ég ætla að fá að klára tangentinn til að komast aftur þangað. Áfallið. Áfallið var að vera fyrir framan pör sem er að vinna að finna dýpri nánd og að það sem ég sá var hamstrahjólið. Já. Að það er, ég þurfti á, ég staldraði við og sagði, heyrðu, krakka mínir, ég get alveg kennt ykkur fullt dýpri nánd en ef að þið eru í hamstrahjólinu, þá finnið þið ekki dýpri nánd. Ef að vikurnir er bara fljúa hjá og það er svo mikið að gera en já, ef eitthvað langar að koma frá því að ég auglýsti þetta námskeið í febrúari fyrsta sinn, í fyrstu bylgjunni eða mars þá stóð ég frammi fyrir því að geta ekki lengur hitt fólk í raunheimum á námskeiðunum mínum sem fjalla kyn, hegðun og nánd og fleira og allt í einu sá ég bara ljósið ef að ég er með 2 manneskur hlið við hlið heima hjá sér og mig hér, við erum öll á skjánum þá geta þessir 2 aðilar gert æfingar saman og því ég hafði þangað til bara að vera með einstaklingsnámskeið þannig að fyrstu hópurinn var á netinu 8 pör sem lokka sér á Zoom og ég sé þarna á skjánum þetta er fallegast að sé fyrstu skiptin ég var bara aktofa 2 manneskjur hlið við hlið heima á sér búin að lokka sig inn á Zoom til þess að verja klukkutíma á viku í 4 vikur dedicated sko bara fyrir sig og sambandi sitt Já, frábært sko Nei, það er magnað en hvað er fólk að sækjast eftir? Þú talar um nándina, hvað er það fólk er sem skortir? Sko, það er að gefa sambandinu tíma
En ég meina, hvað er fólk að glíma við? Já. Hvað er fólk að glíma Hvað er við? sem knýr fólk bara í alvörinni bara fyrir framan myndavélina, sko? Já, Þú veist. það sem ég heyri mest svolítið bara, þú veist, hvað er þessi nánd? Okkur langar í þetta? Er fólk að rífast? Nei, Er fólk ósamála? nei, fólk er, Er fólk hægt að stunda kynlíf? sko, eitthvað sem ég finn í hópunum sem koma til mín er að það endilega vantar ekki kynlíf. Fólk er svolítið að koma og segja að það er gott sambandi okkar en okkur langar að gera ennþá betur og við erum spennt að prófa nýja hluti og þetta er alveg edgy námskeið, þetta er ekki mainstream, sko. Þannig að fólki sem kemur til mín er komið þarna í hóp af pörum, það er nú þegar orðið aðeins kannski meira frjálslegra heldur en kannski flestir. Einmitt. Ég veit Bara til þess að þóla því. Já, þú veist að það er fullt af fólki sem að ég heyri alltaf í nokkunum fyrir hvert námskeið sem langar að koma og makinn segi nei. Já, ok. Þú veist, það Ég skilji. en það segi alltaf að pörin sem eru komin, þú veist, vá til hamingju, hérna eru 16 manns, af þeim eru 8 sem sögðu já, þegar makinn kom með eitthvað skrýtna hugmynd. Já, eða mjög aðeinslega hugmynd. Já, en pæli samt hver beinin er hæ, mig langar að næri þér. Já, en, sko, Já, ég veit en það. neyið er byggt bara í rauninni af ótta, sko. Ég held það. Og veist, því það er bara, veist, við óttumst að komast að í rauninni hver við erum, sko. Já, og mér finnst þetta góða punktur út af það eitt sem ég segi við pörin líka er þið gætu komið staðið við líka dýpur í nánd með hvort öðru. Einmitt. Og hvað er þá eftir? Hvað gerist þá ef ég kem á námskeið dýpur í nánd fyrir pör og ég kemst það með langar ekki meiri nánd með þér? Já. Ekki það, Nei, ég skil. það er alls ekki eitthvað algænt, en þarna kemur bara, þú veist, það sem að ef þið langar að upplifa dýpur í nánd, þá þarftu að vilja sjá það sem er. Já. Og það er, já, en allavega við erum að tala um hvernig gerist þetta. Fólk skráir sér bara hjá mér, kemur á annarkort á Zoom eða ég hef verið með þetta í hópi í Sólum jógastöð Já. þar sem pörin kom og sitja í einum sal og er að gera æfingar, sitja og horfast í augu, snertast, fara á trúna og eitthvað eins og sjálfsfróun eða eitthvað og það er alveg fólk klætt þá hann að það er allir í fötum, bæði í net námskeiðinu og í raunheimum. Öll námskeið mín eru enn sem komið er sérst, fyrir innan þann múr, barriér að það er allir í fötunum og það er ekki fyrir ekki yfir þess að kynferðislegu línu. Nei. Sérst, munun að vera eitthvað kynferðislegt og svona sensual, það er sensual er mín megin, en kynferðislegar æfingar er ekki ennþá mín megin. Er það eitthvað svona, ert þú búin að finna þig þar? Ég er bara ekki tilbúin í þú ert ekki tilbúin í Já, ég mun enda þar. Já, þú veist það alveg. Já. Það er bara, það er eitthvað svona bara ultimate breakout bara. Já, ég er enda búin að halda einn nakinn kvennarhring, það var geggjað. Sérst, ég held kvennarhring ég er búin að gera í það ekki eins og hún gerir, hvað heitir tantra masterinn með rafmagnsvöndin gamla sem er nýlega látin? Já, Betty Dodson. Já, Betty Dodson, hún er rosalega í þessu, sko, ég fylgdist með þessu og þetta er bara Já, þær eru sko nættari hring með speil og Já, og tól bara til skoða og sjálfsfróunar. kynnast þér, en þetta er, get ég ímyndað mér, nú er ég ekki með heldur öðrísi kynfæri með lim, sem er svona frekar einfaldur í notkun almennt, myndi margir halda, en þegar þú ert með þetta flókna líffæri, þá myndi ég halda, svo rosalega mikilvægt, og ég bara komið staðið í samtölu við konuna mína, að þetta er mjög flókið kerfi hérna sem þú þarft virkilega að hafa fyrir því að kynnast og læra inn á, sko. Ertu að skilur hvað ég meina? Ég segi bara halleluja bróðir. Halleluja. Nei, það er nefnilega alveg magna og þetta eru svo margar konur sem hafa kannski verið þetta er svo tabú umræðefni sérstaklega fyrir konur og hefur verið bara píkan skilur og kynnastinu og þar eru bara vá skilur og þar eru það menni Betty með vöndin og eru að skoða og kynnast og þetta er bara og fróa sér saman já og fróa sér og þetta er bara mind blowing bara að fylgjast með þessu tölvuskjánum og fjarska bara hvað konur hafa að segja sko bara rosalegt sko. Þetta er á bucketlistanum mínum að fara á þetta námskeið. Hún Rósa María Snillingur er með þetta einn á Íslandi. Já. Hún læriði hjá Betty og hún með
Orgasmic Self-Love held ég að akkántin hennar heiti ef ykkur hefur áhuga á skoðana en það semst orðið á listanum mínum að hérna fara á námskeið á henni og sitja í hring og fróa mér með öðrum konum og kynnast píkunni minni ennþá betur en þú veist, þegar þú segir þetta tabú sko, það er í fyrsta lagi margar konur sem geta ekki sagt orðið píka þær eru alveg ákveðnar í því að það sé ljótt orð eða eitthvað en mitt svar við því það skiptir bara máli hvernig þú segir píka hvað orka er að bakvið það, ef það er eitthvað skömm að bakvið já þá hljómar það ekki vel í eyrunum og hérna margar konur bara snerta sig ekki innvortis þú veist þær hafa kannski bara snert píkuna utanfrá og eiginlega bara þannig að þær taki valla eftir því skilur það er svona algjörlega bara markmiðabundið mögulega Af hverju er það? Sko Já það er bara stóri hlutin í þessu kyn öllu er skömm, sektarkennd og ótti eins og ég sé þetta skömm, sektarkennd og ótti veist, það er bara ef maður spyr heilt yfir sviðið einhver sem var í læknisleik þegar hann var lítill þá kom einhver fullorðin að og bara hvað er bara hér, eða einhver sem var að fróa sér þegar hann var lítill og mamma eða pappi kom að og skömmuðu fyrir að fróa sér umhverfið sem sagði, heyrðu þú verður blindur að því að fróa þér skilur, ef þú ert á blæðingum áttu sko að fela það veist, ég geti haldið áfram núna ekki eða podcastinu það, ég les þylju upp allar ástæðuna fyrir þess því að við skömmum okkar fyrir að vera kynverur Nei, veistu það, ég bý með 2 konum ein er altså móðurinn svo er ég með 11 ára dóttur eins og þú hittir hérna það var kynfræðsla í skólanum daginn þar sem kom hjúkrunarfræðingur og hélt fyrirlestra og var með bækling og var unnin einhver verkefni og það var kynjaskipt og ákveðum að gera það stelpur sér og stráka sér hún kemur heim með bæklingin og það er loka verkefni í þessum bækling held ég, það er að fara í samtal með einum fullorðnum á heimilinu og í þessu tilfelli kona mín og ég fann að ég var allur bara eitthvað mér fannst þetta bara eitthvað skrítið en ég er svo ótrúlega vel giftur að kona mín er bara svo opin og hún bara tók þetta bara og hefur alltaf verið að taka þetta með henni veist, það er alltaf þetta samtal veist, er þetta líffæri? Kallast þetta líffæri? Já, bara kynfæri Já, kynfæri og það er alltaf verið mjög opið og þannig að þetta snýst líka einmitt að taka þetta upp á yfirborð þetta sé sýnlegt og þetta sé að það fylgi því einmitt ekki einmitt eitthvað skömm eða þetta er ekki eitthvað sem er í skugga sko að það sé í ljósi sko Já, og þú sagðir það sem ég finnst vera lykilatriði þetta er búið að vera samtal þetta er ekki jæja, í dag allir þetta er eitthvað sem er sko, sem foreldri segi ef ég get gert þetta þannig að það verði aldrei og nú ætlum við að læra kynfæri og heldur bara það seitlar inn með því hvernig ég og maðurinn minn umgöngust það að vera kynveru ég er ekki að tala með þau sem kynlíf fyrir fram að þau ég er bara að tala með eins og þegar ég er á blæðingum að þú veist, ef ég er svoleiðis mamma að börnin mín koma inn á klósettið í pissa að það breytist ekki því ég er á blæðingum Nei, nefnitt að það er bara alveg nákvæmlega sama umgengni mamma er blóðu núna það bara, já, það kemur blóðu einu sinni mánuði börnin mín munu aldrei þurfa að spyrja hvað eru blæðingar það er bara að þau eru búin að spyrja mig frá þau eru lítil og ég hef svarað þeim miðað við á hvað þroskastig þau eru og spurt, ok, hvað veistu það? Og það verður aldrei þetta nú þarf að læra blæðingar Nei, við erum bara, þetta er bara þessi ábyrgð foreldra Já. Veist, og í rauninni hvað við sem foreldrar með því að mæta þessu ekki hvað við erum, ekkert á illum ásetningi en við erum að bregðast börnunum okkar í rauninni sko. Og ég undirstrika ekki á illum ásetningi heldur bara af tilfinningagrindar skerðingu sko, og einhvern veginn bara að við sem foreldrar erum bara oft á tíðum svo veik sjálf annars við gerum okkur fyrir sko. Já, við erum með þennan farangur sem er sko engin, og þessu tilfelli finnst mér svo mikilvægt að segja að það er engin eitthvað æðislega sérstakur þetta er bara samfélagslegt vandamál þú fjarið bara hérna að þú fæddist á Ísland á þessu ári hérna er farangurinn þinn cirka þannig að svo er það bara val hvers og eins eða mér er misfljóta að fatta ég þarf að tæma þennan farangur og sjá hvað er mitt, hvað er ekki mitt ég hef alveg
barist við þessa spurningu á ég að vera að fræða börn, á ég að vera að fræða unglinga. Já. En niðurstaða mín og það algjörlega orðið lent í mér í dag, ég ætla bara að fræða fullorðna. Já. Ég ætla bara að leiða fullorðna nær þeirra sannleika og það með hverjum fullorðnum sem ég næ að gera eitthvað smá, þá ég búin að snerta mörg börn. Það nákvæmlega máli, sko. Það rétt boðleið, sko. Ég held það. Og mér svona einfalt lýsidæmi bara svona, þegar eins og með líkamsvirðingu, fólk sem að berja sig niður fyrir að vera ekki í réttum fallegum líkama með að við einhverjar kröfur. Börnin okkar, þau heyra mömmur og pappa sem að tala bumbur og passa ekki og ætla að verða fínn fyrir jólin og eitthvað svona. Já. Þetta bara að halda áfram, hérna gjör svo vel farangurinn, viltu smá meiri farangur, í staðin fyrir að þau heyri foreldrarna, vá hvað ég æðisleg í dag, ég svo sátt og ég elska líka með nákvæmlega eins og niður í dag, ég gæti labbað hérna gegnum hennan dal áður ég kom í þetta viðtal. En með að vera kynvera, úttalar kynverur, þegar þú hérna kulnar og ferð á þína vegferð, varstu þá búin að velta þessu fyrir þér orðinu kynvera og allt það, skilur, þá með tilliti til Nei, eiginlega ekki. Sjálfana, já, hvernig kom það til? Hvernig kom það til? Og hvernig einmitt ferður úr því að vera verkfræðingur og vinna össur og allt í einu ertu núna orðin svona ofur kynvera á Íslandi? Já, brautryðjandi í umræðum Þú ert svona kvöldi kynverana, sko. Já, ég leyfi mér, mér langar að segja það fyrst, sko, ég leyfi mér að segja þessi brautryðjandi, en ég heiðra alla þá sem gengu á undan mér og hjálpuðu mér að vera hérna að feta þessi spor. Það fullt af fólk sem kom undan mér, ég vil að það sé sagt. Já. Bara fyrir mig þarf ég að segja það. Ok, hvað gerðist hjá mér? Ég sérst kulna og ég ákveð fljótlega að hætta að vinna í atvinnulífinu og vera jógakennari í fullu starfi og ég með námskeið fyrir fólk sem gengi gegnum kulnun og það gengur rosalega vel, bæði kalla og konur. En það sem gerist fyrir rúmum 2 árum fór ég að dansa frjálsan dans erlendis í 3 daga, 3 daga svona hippadans. Eitthvað sem ég hef gert í áratug, en fer þarna í 3 daga og það er ákveðið svona form sem er verið að vinna með, erkitýpur, kannski flókið til að fara djúpt inn í það, en eitthvað sem gerist á þessu dansgólfi, að ég bara með leið eins og það hefði verið dregin einhver hula frá augunum mínum. Bara, er ég svona krumpuð með minn unað, þú veist, hvað má ekki, þú veist, þarna í þessum aðstæðum var þetta svolítið, þetta eru aðstæður þar sem að fólk grætur og öskrar og hlær á þessu dansgólfi, 80 manns, og ég er að dansa og ég finn unað í líkamanum mínum. Og það er bara eins og að sé eitthvað svona skammar armur sem bara eitthvað, þetta má ekki. Þú veist, ég var grátandi fyrir korteri og ég var hlæjandi. Akkur unaði með eitthvað annað regluverk. Þannig að ég er að ná þessu dansskólu og ég er að hugsa þetta og ég er svona, ok, prófa bara að leyfa þess að flæða, ég hlýta mig að finna unað eins og sorg og þetta er allt einhvern veginn að molna í huganum mínum og svo er ég að hugsa, ok, ef ég var í kallmaði með standpínu, væri þetta vandræðilega þá, þú veist, hvernig fara þeir að þessu, okkar hvenna unaður er svolítið svona ósýnilegri, þú veist, líkamlegi útgáfan að því að hvað maður segir. Þannig að ég er að ná, bara það er bara eitthvað að molna og ég er með góðri vinkonu og við erum aðeins eitthvað að tala tantra sem ég vissi ekkert og við erum bara svona, hún er þarna gift kona eins og ég og við erum að mynda að tala svona hvað má ég pæla í aðrar mannverur, hvað mér finnst sexy, þú veist, þetta var bara svona mjög á heimspekilegum grundvelli, eitthvað sem er bara algjörlega nýtt sem að opnaðist fyrir mér. Ég kem heim af þessum námskeiði og ég bara googla í fyrsta sinn í lífinu tantra, sexuality, sensuality það sem ég skrifa í dagbókinu minna í lokin á þessu workshopi var bara 2 orð sexuality og sensuality og ég hef ennþá ekki fundið góð íslensk orð fyrir þetta en það er svona kynverund, vitund og kynnæmni, sensuality, please finnum eitthvað fallegt orð fyrir þetta Sensuality Sensuality Ekki til orð sem þetta varúrð
Varúrð. Varurð. Er það eitthvað svona sensual? Ég hef ekki heyrt þetta. Nei, það er mjög Það hljómar eins og varúrð. Það kannski var tilgangurinn, já. It didn't catch on, eins og maður segir. Ok, þannig að þarna ég googlandi þetta, byrja að hlusta á alls konar podcast og eitthvað við að alla þá sem ég tengdi sjúkla við, þar sem ég var að hlusta að lesa voru allir tengdir á hverjum skóla sem heitir ISTA, International School of Temple Arts. Þar sem blandað saman sexuality, shamanisma og spiritualisma. Og ég náttúrulega með minn jóga og hugleiðslu bakgrunn, mjög svona spiritual manneskja, shamanisma þekkti ég ekkert þá og sexuality var eitthvað sem ég bara varð að fræðast um. Þannig að þarna bara 2 mánuðin seinna í janúar 2019 var ég komin í fullt. Já, var ég komin í 7 daga námskeið hjá þessum skóla. Úti, alls og erlendis. Reyndar á Íslandi, þetta haldið einu svona ára á Íslandi. Já, en skólinn kemur hingað, 3 erlendi kennarar sem haldið utan rýmið, 50-60 manns sem eru í 7 daga að kanna sig og sína kyn, verund, vitund og allt í hópa starfi og alls konar æfingum sem mjög krassandi með námskeið. Já, Já, kallaði bara þvottavélina yfirleitt. Og ég kom spýttist út úr þessu bara eins og nýmanniska og það svo fór ég semst aftur í þann skóla nokkrum mánuðum seinna og það 1,5 ár síðan ég bauð sjálf mitt fyrsta svona námskeið á þessu sviði. Þannig að bætti því náttúrulega þannig að nú þegar búin að vera jógakennari í mörg ár, stjórnandi, þú veist, ég kann að vinna með fólki. Þannig að þetta svona bættist bara inn í frambá mitt að námskeið að fyrst konunámskeið fyrir konur einmitt að tengjast sinni kynveru og þú spurði mig kynveru, hvernig kom þetta? Þú veist, ef einhver hefði spurt eitthvað sem þekkti mig áður en ég krassa á allt. Helga, hvernig, þú veist, hún frjálskona? Þú veist, það hefði allir sagt já. Ég hef alltaf verið smá klikuð og frjáls. Svona miðað við eitthvað norm. En fyrir mig að horfa tilbaka núna 2 ár, ég get sagt ykkur, þú veist, ég var ekki frjáls. Ég var í svo miklum hlekkjum. Og þú veist, bara einmitt eitthvað svona bara sjálfsfróun. Þú veist, ég bara stundaði ekki sjálfsfróun reglulega. Ég var algjörlega búin að úthýsa mínum unaði til eiginmannsins míns, maður sem ég er búin með 13 ár, ég var bara búin að gjöra svo vel. Hér ábyrgð, þér falin, að uppgöta allan minn unað. Þú veist, hugsið ykkur. Sjáðu mig. Bara sjáðu þetta og fyndi út úr þessu. Herru, ég er búin að núna elskast með sjálfur mér í 2 ár, sem náttúrulega allt annað hlutur heldur en bara eitthvað að afgreiða eitthvað fullnægingu. Og ég get sagt ykkur það að minn unaður hefur bara farið bara through the roof og kynlífið okkar saman náttúrulega líka. Út af það sem ég mæti mig til borðsins bara eitthvað, fyrsta lagi ég get sagt snertu mig hér, snertu mig það, ég elska þetta, bara væru til að gera þetta núna. Eitthvað sem ég gerði alls ekki á sama leveli áður. Og það sem ég var að hugsa var mannaði ekki. En ég trúi því að unaður bara eitthvað, þú veist, það ekkert þak. En hann sem sagt komin í þetta líka, náttúrulega eðlilega, en hann komin hann letti í þessu. Hann letti í þessu og þetta bara núna bara margra klukktíma prósess. Ég myndi, en ég ekki bara eitthvað börnin í passun, 2 vikur. Það vísa í Sting sem að elskast tantra 12 tíma í röð. Ég ekki þar, ég get bara sagt það strax. Stundasvar, nei. Ég heyrði daginn eitthvað svona hvítt tantra, grátt tantra, svart tantra. Já, ég ekki búin að setja minni í það. Þetta var rauninu svona mismunandi stig. Já. Málið, ég það var eitthvað maður að fá mig til að lesa bók sem hétt The Multi-Orgasm Man. Og bara, maður sem var bara alltaf, hann var bara í stanslausri fullnægingu, sko. Maður var að spá þessu með fullnægingu, sko. Og ég nýlega farin að prófa, útlega svona deila minni reynslu, að, sko, sleppa fullnægingunni í kynlífinu. Skilur. Og mér finnst það persónulega bara frábært. Og alveg nýtt fyrir mér. Það tekur þetta agenda bara einhvern veginn bara úr myndin, og ekki það að hún sé eitthvað skítu eða þannig, heldur bara einhvern veginn, ég bara fara úr þessum
A til B. Já, fara úr þessu sem ég var í hérna einhvern veginn, bara ennþá með orkuna einhvern veginn og bara byrni í baki en ég var Hæ, þetta bara það sem að fólk segir. Skilurðu? Þú búin að lifa þessa reynslu. Já, algjörlega, ég veit ekki. En sko, það sem þú ert að segja það sem stendur í bókunum og ég held að enginn trúi því sem stendur í bókinni fyrir að þið finna það. Þú segir, ég fer með þessa orku áfram inn í lífið mitt. Já. Þegar þú sleppir því að sleppa sáðlátinu eða fullnæðingunni. Svo reyndar, sko... Ég held að sáðlátu mögulega í þessi stað, sko, og það náttúrulega bara þannig í kynlífi sko, Já, en þú veist það sem ég kannski langar bara að vísi þú veist, fullnæðingin og sáðláti ekkert endilega saman. Það er náttúrulega málið það sem ég segja sko. Veist, og menn geta fengið fullnæðingu á þess að fá sáðlát. Já, einmitt. Og vice versa, en ég held að það sem fólk með kallmenn, það sem ég hef heyrt að það sem að kannski stóri draumurinn að læra að verða orgasmic man, að fá fullnæðingu á þess að sáðfella. Það er geðveikt. Já, þannig að þínu potential gæti verið að þú getur orðið fengi fullnæðingar í að njóta ásta án þess að það endi með sér svona peak orgasm. Já, en maður þarf að bara skilgrundu þá fyrir með fullnæðingu. Takk fyrir að segja þetta, oh my god! Þá komum við á þeirri sko. Oh my god, takk fyrir að segja þetta. Hvað er fullnæðing? Hér er hún bara eitthvað svona... Akkurat. Sko, það er einmitt málið. Hvernig oh my god, ég er svo glöð að þú segir þetta. Hvernig skilgreinum við fullnæðingu? Þú veist, hvað er fullnæðing? Þú veist, til dæmis ykkur stríkur, álskvíð stríkur að baki og fær hérna gæsahúð og þú veist, má maður skilgreina það sem mín í fullnæðingu? Þú veist, ég fær hláturskast, sko, degjur hláturskasti. Má kalla það bara hlátur fullnæðingu? Eða þegar ég græt svo mikið eða hjartasprenging af ást það hjartafullnæging? Ég meina spáður, að vera fullnægður content, skilur við. Akkurat. Og svo er eitt sem oft talað svona orgasmic states þú veist, þegar maður vinnur með kynorkuna bara upp í eitthvað level og heldur sér þar, þá er maður í svona orgasmic state án þess að sé eitthvað bomba. Já. Þarf ekki að finna alveg fullkomi jafnvægi þar til að vera ekki alltaf í þessu arousal state endalaust eitthvað að fungera. Já, sko. Fungera hvað þetta var í vinnu? Nei, þú finnur að þú ert í mjög örfuðu ástandi lengi, jafnvel einhverja daga út af einhverjum aðstæðum sem eru kannski í gangi heima fyrir eitthvað og það bara, skilur, maður fungerar en þú ert alltaf í þessu svona arousal state og það hefur í mínu tilfelli áhrif á mína vinnu og daglegt líf, skilur. Ég tengi við það. Já, vafalaust. Já, ég tengi við það, en besta ráðleggingin sem ég fekk var bara eitthvað svona slakaðu bara á, ekki verða of æst yfir þessu. Nei. Sem að var besta ráð sem ég að tengja út og ég var bara ég svo aðeinslega sexy og eitthvað svona víbranda lífi að ráðleggingin sem ég fekk var bara eitthvað svona ekki verða of æst yfir þessu. Nei. Þannig að þú veist, þegar ég náði bara svona já, ok, ég get bara látið þetta vera svona eins og á bara bakhellunni, skilji, bara svona bublandi, síslandi undir yfirborðinu og því að ég slaka á þangað get ég lyft mér að vera í þessum svona kannski svona kynörfuðu ástandi sem að hérna kannski ekki normið, en þú veist, einmitt að maður getur það bara svona sökt niður í það. En af hverju er þetta kynörfunar ástand? Það sem ég er að segja, ég meina hver, veist, og það er bara það sem ég botni ekki í og ég meina, veist, er þetta ekki bara eitthvað DMT boðefna kúlur sem að bara heila köngullunar er eitthvað að spýta út, ég meina, veist, hvernig tengist þetta kynörfun? Ég held að þú finnir munin hvenar þetta er svona kynferðislegs eðlis og hvenar ekki og ef að manni finnst það eitthvað svona smá stykki þá er það sem er áhugavert. Stykki, hvað meinar? Þegar ég segi stykki þegar svona, akkur þarf þetta að heita eitthvað kyn? Þegar þú segir það, þá finnst mér spennandi að segja, ok, akkur finnst þið það eitthvað svona í staðan fyrir að segja bara, já, ég finn þetta kynferðislegs eðlis. Þú hvað ég meina? Ég þarf kannski að fara að endur skilgreina í rauninni bara hvað þið finnst það? Já, bara hvað það er fyrir mér. Akkurat. Út af því að þú veist... En það kemur að skömmunni og það kemur að skugganum. Hæ, takk. Skilur. Nákvæmlega það sem ég var að vissi. Þegar ég segi stykki, já. Eigum við eitthvað circle back þar sem þú varst að spurja mig hvort að kynlífi heima með tæki núna marga klukkutíma á vik. Förum í það. Já, og hver er tilgangur með kynlífi í rauninni, skilju? Hver er tilgangurinn þinn? Já, reyndu kannski bara
Hvort að fullnæðingin sé þá endastöð eða hvort að kynlífið og þetta eins og Gunnar var að lýsa svo vinarlega sínu tilraunum með okkur, hvort að það sé kannski frekar. Sko, það sem mér langar rosalega mikið að segja bara ég er rosa venjuleg kona, skilurðu? Og ég hef ekki tekið tantra, ég á 3 börn, ég hef ekki tekið tantra út í einhverja svona, það er ekki eitthvað svona rosa iðkun þar sem ég stunda kynlífi í skriflegan tíma. Ég get alveg sagt ykkur að kynlífi okkar er miklu lengra, það er ekki markmiðabundið, það er, þú veist, gefum okkur meiri tíma, það er hægar. En stundum er það líka bara ekkert hægar og það er bara quickie, skiljið. Þú veist bara, krakkarnir á skrýbó, það er lykill, bara skreppum afsíðis, þú veist. Og það má, og mér finnst það versta sem ég geri þegar ég er orðin of heilög. Ég er bara búin að brenna á því í lífinu. Þannig að quickie getur líka verið skemmtilegur. Og það er gaman að taka hlutin miklu hægar og ekki vera markmiðabundi kynlíf. Þú veist, það er það sem er komið svo fallegt. Það er bara rólegra, við erum ekki að stefna ykkur, við erum að njóta það sem er að gera snúna og við erum ekki að taka eftir því. Hvað var hitt sem varst að spyrja? Markmiðið með kynlífurunni, er fullnæðingin endamarkmiðið eða er það eitthvað sem flýtur í gegn? Af því að fyrir flesta þá er markmiðið með kynlífi sálátt eða fullnæðing. Já, en ég myndi segja bara nei, það er ekki markmiðið. Markmiðið er að tengjast og upplifa okkar saman og vera raunverulega að hleypa ykkur nær sér og tækifærin til unar eru svo miklu meiri heldur en eitthvað fullnæðing og fyrir utan ef maður er frá A til B kynlífinu þar sem maður er bara að stefna fullnæðingu svo fullnæðing miðað við bara eitthvað svona uppbyggðan unað rólega er bara svart og hvít prump, skilur ég skilni en ef við sko varðandi fullnæðinguna pörin og námskeiðin og allt þetta nú talar að fólk hefur samband við vill koma námskeið til þess að ná meiri nánd með makanum sinum, fólk fari jafnvel nei frá hinum makanum það svona fær mig til að hugsa við erum öll rosalega mismunandi og það er engin byggður eins og þetta er örugglega mjög algengt vandamál að fólk sé að burðast með einhverja hvatir eða fantasíur inn í sér sem að annarkvort þorir ekki að segja við maka sinn sem að náttúrulega á ekki að vera svoleiðis þorir ekki, þá er ég að tala siðferðislega réttar langanir þorir ekki að segja við maka sinn eða færi jafnvel mjög slæmar undirtæktir eða engar svipaða bara með námskeið þannig að hlýtur á rosalega höfnun að ætla að byggja eitthvað upp skiluru og styrkja nándina á tengslin og fá svo bara neitun brýtur fólk niður svo framvegis. Þegar þú ert að burðast með hvatir og langanir, hvernig farið fólk til, að því það oft er einhver aðra undirliggjandi ástæða fyrir að fólk er ekki meðtækilegt við makanum á því sem hans hefur fram á að bjóða, hvernig farið fólk til þess að finna þessa línu þannig að það geti átt samskipti á þessum nótum, opna sig? Já, sko ég er náttúrulega, þegar ég býð pör velkomin í svona ferðalag sem ég leiði, þá er hvert og eitt par með sinn mismunandi ásetning. Já. Þannig að þú veist, það er ekkert eitthvað svona opinbert mark með að þú getur opnað einhverjar þarfir eða langanir. En það sem ég held að hamli fólki í að opna sig hluti sem að það er kannski feimið með, eru hlutir sem ég held í tækli á námskeiðinu. Já. Sem er, númer 1, það er bara raunverulega ekki í líkamanum sínum. Það bara finnur ekki fyrir kroppnum sínum, til dæmis veit ekki hvernig þið líður og svo framvegis. Ef ég veit ekki hvernig mér líður, þú veist, þá er ég bara í krumpi með mig og þá get ég ekki tjáð makanum, þú veist, það sem ég langar. Algjörlega. Út af því að, þú veist, já, þetta er bara orðið of mikið krump. Ég, er meðvirkni. Ég mögulega er bara einn af 99% Íslendinga sem eru meðvirkir. Og ég er ennþá að bíða eftir að maður minn eða kona mín eða maki minn taki mig í sátt eða elski mig fyrir það sem ég er og ég er bara hrædd að viðkomandi hafni mér ef ég er einhvern veginn öðruvísi en ég held að viðkomandi vilja ég sé. Þannig að svona meðvirku munstur eru bara, fólk verður bara að vinna í sjálfu sér. Það er raunverulega paranámskeiðið, nú ætlum ég bara að koma upp mitt business leyndarmál. Þetta er sjálfsvinna í dulargerfi, skilji. Já, algjörlega. Þetta er bara
búðu til sambandi líkamaðinn finndu út úr því hvar þín mörk liggja með því að kynnast sjálfu þér spáði það hvort þú ert meðvirkur og taktu í sátt að þú ert miklu meira en það sem þú þykist vera þú ert ekki bara öryggi fjölskyldufæðirinn sem að heldur öllu virkinu í standi þú ert líka ykkur sem langar að fara og vera rebel stundum þú ert líka ykkur sem langar bara að vera ógeðslega latur stundum og gera ekki neitt þú veist, þið langar stundum bara stinga af skilurðu að þú veist, það ekki fyrir en þú segir ég allt þetta sem þú getur stigið fram og sagt makaðin heyri, ég bara þrái ekkert annað en kökkolding eða eitthvað sem svona eitt hlutur það sem að eitt af því mörgu sem fólk gæti þráð sem svona eitthvað að sjá maka sinn stundakynli með einhverjum öðrum ég veit ekki af hverju ég tók þetta sem dæmi við vorum eitthvað að spjalla þetta á það þetta ekki úr mínum einu reynslu heimi beint en þú veist að ég hef lesið í bókum og heyrt frá fólki að það tekur oft svo rosalega langan tíma kannski 10-20 ár fólk í sambandi og eina sem ég þrá í heiminum að fá að sjá þig stundakynli með einhverjum öðrum og það tekur mig kannski bara 15 ár að segja þér það að þetta bara eina sem ég þrá í lífinu í fyrsta lagi gætur bara verið alveg til í það og ég hefði að segja það fyrir 15 árum eða ég segja þér það og ég kemst að því að þú bara elskar mig jafn mikið en þú myndir ekki vilja þetta í sambandinu okkar og þá það kannski mitt að skoða heyrðu, þetta dealbreaker fyrir mig þú veist, eða finnst mér mikilvægt að vera bara með þér og eiga þetta kökkolding bara í einhvern svona fantasy heimi, við getum einhvern veginn búið til einhver þykistu heimi utan það. En hvar dregur línan á milli fantasy og hvata? Hvernig getur þú ert að tala kökkolding og það til alls konar kink og sambandstýpur og þú heldur þú þráir eitthvað að þú veist það ekki hvar dregur línan og hvernig getur þú sagt ég ætla að kýla á þetta en skilur hvað ég að meina og hvernig þú eru örugglega að tala við alls konar fólk sem að burðast með þrár og langanir og fantasíur en það bara getur ómögulega átt að segja á því hvort að það þess virði eða hvort það raunverulega það sem það vill eða hvort þetta eitthvað sem að jafnvel samfélagið eða klámið eða annað bara búið að forrita hann í hausinn að þess nákvæmlega, þessum þegar við förum að tala eitthvað svona svolítið ekstrím, spurningin kemur upp með mér, þetta hreint? Eru við þarna með eitthvað hreinan ásetning sem að einkennist af kærleik og samkennd eða þetta út frá einhverju svona óbeðslegum hvötum og löngunum bara mengaðar af einhverjum stíflum innri stíflum og svo allt í einu á það að vera eitthvað svona brjálæðislega, samfélagslega viðurkennt sem eitthvað svona bara svona jaðarhegðun hvenær eru við í hreinum ásetningi og hvenær ekki þetta það sem þú ert að tala algjörlega já, mér finnst þetta rosalega góð punktur og ég held að eiginlega bara hvað sem maður geri þurfum maður að skoða af hverju af hverju og vera að þora að skoða undir yfirborðið og ég held að þú veist þar munur finna út þetta fantasi eða bara eitthvað þrá eða löngun og ég veit ekki hvað ég fór niður en að vega með þetta kökkolding það var bara að tala á það þetta náttúrulega svolítið ekstrím útgáfa kannski með það sem að telst eðlilegt í sambandi og hjónabandi en það svo sem að þetta heimfæra þetta bara yfir á swing og pólísambönd og allt saman ég held að það sé best bara ég sværi út frá sjálfur mér út af því nú ég búin að vera í langan tíma þú veist, og kom út úr skápnum sem fjölkær kona sem þýðir bara ég trúi því að ég bara veit að það er bara minn sannleikur að ég elska á fjölbreyttara hátt heldur en bara ég elska eiginmann minn og það er bara ógeðslega skýrt hvernig það lítur út veist, ég upplýða bara þannig að ég get búið til fullt af tengingum fjölkærni fjölkærni polyamorous sem ekki það sama að vera í polyamory sem opið samband þannig að ég fjölkær en ég ekki í opnuðu sambandi hvernig skilgreinir það fjölkær það þannig í rauninni bara að það ríkir traust og samskipta milli þíns og maka þíns en það engar kannski hömlur sem að halda ykkur já en fjölkær þýðir að ég upplifa að ég virka svona bara alveg svo samkynni manneska
myndi segja við, ég virka þannig að ég dregst að mínu einkenni. Ég fjölkær, þannig ég segi, ég get verið skotin í mörgum á sama tíma. Okay. Ég get verið ástangin á mörgum á sama tíma. Þannig að þú veist, þá ég að tala mitt eðli. Já. En svo fjölkvæni eða fjölkær sambund, það þá komið útfærsla í hennu verulega heimi. Já, þú sérst ekki farin að útfæra. Já, ég er ekki farin að útfæra því að segja ég fjölkær þegar ég elska svona. En þetta þá allt saman bara hér inni. Ég er bara að tala hvernig hvernig þér líður og hvernig þú ert. En þetta ekki í verkum. Nei, þannig að þú veist, og ég get verið fjölkær í einkvæni, eins og ég er akkurat núna, þar sem að samband okkar ekki beint opið. Nei, skilji. En þú sagði ekki beint opið. Já, ekki beint opið. Það út af því að það algjörlega skilningur af því að ég gæti verið í einhverjum aðstæðum, til dæmis í einhverjum svona tantra aðstæðum eitthvað, ekki einu sinni þannig, heldur bara ef ég á þannig vin sem ég er svona mjög sensual með, kona eða kall, að þá gæti það orðið þannig að þú veist, ég færi í einhverjum samkomu, svo kem ég heim og segi, elskan, ég hitti þessa vinkonu mína og við knúsuðumst svona töluvert meira heldur en hefðbundið eðlilegt, svona mjög svona sensual keleri, ef maður ekki kallaði það bara. Þannig að þú veist, í hefðbundnum glerugum, þá myndi það kannski líta út fyrir að vera framhjáhald eða þú veist, það svona orðið út fyrir þennan leikvöll. En þú veist, leikvöll, þannig að það sem ef ég segi, ok, hvernig útferðast þetta í veruleiknum, í sambandinu mínu? Í dag leikvöllurinn þannig að ég mjög sensual, ég daðra mjög mikið, svona hegðun mín út fyrir hennan hefðbundaramma, en í dag rammin, þú veist, ég stund ekki kynlíf með öðru fólki. Nei. Þú veist, ég er ekki nakin og kynfæri saman. Nei, ok. En þetta þannig sem fjölkært samband þarf að búa til. Hver leikvöllurinn? Og hann svona í dag og hann mun örugglega breytast, skilur við. Þannig að það eitt að vera fjölkær manneski, annað að vera fjölkær sambandi. Ég skilji. Just að klikka. Já. Ég heldur sem, þú tölum við byrjum sem svona brautaröðningur. Já. Að við erum að ryðja braut, ég held við séum á leiðinni inn í eitthvað svona heim, þar sem við erum að sprengja alla þessa ramma, sko. Því þeir eru fjötrar, sko. Akkurat. Og við erum að fara, sko, ryðja okkur í gegnum óttan, sko. Við endum sem eitthvað svona avatarar, bara. Ég alveg bara all sensual, bara og þurfum ekki svona snertast lengur. Þú veist, og það bara tenging og það náttúrulega þessi tútal samkennd, því það sem við erum að upplifa í dag, það bara samkenndar skortur, sko. Já. Og við erum bara að missa tengsl og það ekki bara að tala manneskjur til manneskja í gegnum alls konar aðgreiningar, heldur líka bara ykkar náttúru og ykkar dýra og við erum bara samkenndar skert sem myndar pólitík og sem myndar þjóðir og landamæri og þannig við erum á leiðin í einhvern annan heimeldi, sko. Þetta mjög gott move, sko. En við langar líka með sambandið þitt, finnst þér þetta að hafa bætt sambandið þitt? Að ég frelsaðist sem kynvera. Að þú frelsaðist sem kynvera. Já, en það og líka séð frá sjónarhóttni mannsins þíns, hann sáttari núna heldur en hann var, sko, með þessa tengingu? Sko, ég get ekki tala fyrir kallinn minn. Ég hef valið að vera opinber manneska og vera mjög opin út af við bara í samfélaginu, en ég get ekki tala fyrir hann, en ég get sagt að þetta búið að vera mjög erfið leið. Okay. Og þú veist, bæði var skortur á nánd, mín upplifun af því að vera ekki að finna nánd heima mér, var eitt af því sem leiddi mig niður þennan veg. Svo fer ég inn í allt þetta dæmi og það myndast ákveðin gjá. Allt í einu ég bara, þú veist, orðin rosalega opin með allt sem ég vil og þrái og segi já og nei og hinsegin og þú veist, það rosalega, ég meina bara allir sem að fara í gegnum það að byrja að setja mörk eða eitthvað, alls ekki tengt kynlífi, það stöðar umhverfið þitt. Þannig að þetta búið að vera rosalega langur tími sem tók ég að finnstilla aftur og nálgast, bjóða honum nær,
þú veist, ég er alltaf inn og þá var alltaf inn og komin í eitthvað hlutur, kennara heima fyrir, ná honum nær, þú veist, þetta varð flækjustig og svo voru náttúrulega önnur vandamál fyrir sem að, þú veist, ég kalla bara meðvirkni og samskiptavanda. Þannig að þetta er búið að vera allt í sama tíma í gangi og í dag síðan í vor, eftir langt erfitt skeið, þú veist, þá erum við bara búin að finna aftur, finnstildan dans. En þú veist, það er ekki auðvelt að fara í djúpa sálskoðun, endur hugsa líf sitt, hver er ég, þú veist, ég sit þarna í júlí í fyrra, ég man bara eftir þessu augnabliki, ég sit bara inn hjá mér og ég bara eitthvað, þú veist, ég elska öðruvísi heldur en mér var kennt að væri í lagi og það er bara óslega stórt að uppgöta það og ég var búin að skrá mig í líf einkvænis með 3 börn í útkverfi, skilji og ég sat bara inn í þessu lífi og bara, af hverju bjó ég mig til svona líf? Og eina svara mitt er samfélagslegt og menninglegt uppeldi mitt lét mig velja svona líf. Það var ekki hjarta mitt, skilji. Og það er rosalega skrítin og stór uppgötvun að sitja með. Og að finna svo á ég þarna mann og 3 börn og allt innur ég bara á nokkur, ég elska öðruvísi heldur en flestir hérna í þessu samfélagi. Þetta er bara risastórt. Spáði að komast þangað, því skilnaðar hlutallega bara off the roof, sko. Við skiljum bara og svo giftust við, svo skiljum við og giftust við. Förum inn í leik aftur og aftur, sko. Spáði að komast inn í þennan prósess sem er bara next level og bara heilum. Ég veit það. Þú veist. Þú kannski, það sem þú upplifir hana, þú bara þarft ekki að skilja, sko. Ég veit það. Og endur taka leikinn aftur. Ég veit. Eins og við flest gerum. Já, en ég náttúrulega fæ þarna hugrakkan mann með mér í þetta verkefni. Það er ekkert sjálfgefið, sko. Þú veist, við vorum bæði hugrakk og þrautseig til að fara í gegnum þetta og koma út hinum einn. Ég hef sagt opinberlega ef ég myndi fara í eitthvað annað samband, ef ég hefði skipt fyrir einhverjum tíma, fara inn í annað samband, já, þetta með fjölkernina hefði kannski verið einfaldara, en þessi mynstur mín, meðvirkni og samskiptadót, ég hefði tekið það með mér í næsta samband. Þannig að það að fá hann með mér stórkostlegur maður sem já, og við fórum í gegnum þetta, mjög hár sálfræðikostnaður, þess virði alla daga, mæli með því fyrir alla, ekki setja fyrir ykkur sálfræðikostnað eða þriðja aðila kostnað til að hjálpa ykkur í gegnum það, út af því að það sem er hinum einn er svo miklu stærra. Geðveikt. Það er þetta, þessi þáttur átt að fara inn á fæðingu og það er þarna. Herru, þú ekki bara kveðja? Jú, takk hérlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Takk.